Við erum velkomin aftur í föstudagsþáttinn. Hingað er komin Jónína Brá Árnadóttir, atvinnu-, menninga- og íþróttafulltrúi Seyðisfjarðarbæjar. Þetta er rosalegu titill, Jónína. Já, hann er ansi stór. Ég hef verið kölluð ýmsum nöfnum eins og mann segja. Ég hef verið kynningafulltrúi, menningafulltrúi, ferðamálafulltrúi. Þetta vefst fyrir fólki, sko. Og það er ótrúlega leiðilegt að skrifa þetta. Já. Sæl, Jónína heiti ég, atvinnu-, menningar- og íþróttafulltrúi Seyðisfjarðarkaupstaðar. Þetta eru mjög margir stafir. Og ég stundum kölluð AMI bara. A-M-I. Það er óða þægilegt. Já, komið skammstöfum fyrir þetta. Komið skammstöfum fyrir þetta. Já. Já, en þetta er mjög gaman. Já. Mjög gaman að vera atvinnu-, menningar- og íþróttafulltrúi. Já. Og takast á við öll þau verkefni. Seyðisfirði. Og hvað er að gerast hjá okkar Seyðisfirði þessa dagana? Það er ótrúlega margt að gerast á Seyðisfirði. Það er sumarið byrjaði bara með trompi, við fengum bong og blíðu eins og mann kalla það og fullt af ferðafólki komið í bæinn, bæði bara keyrandi og svo með skemmtiferðaskipum. Fáum held ég 30 skemmtiferðaskip í sumar með alls konar þjóðernum í heimsókn. Þannig að það er alltaf gaman að fá nýtt fólk í heimsókn til okkar. Svo er lunga á næsta leiti, 17. júní, smiðjuhátíð hjá Tækniminjasafninu. Það er búið að opna sumarsýningu Skaftfells og svo er Tækniminjasafnið líka opið. Þannig að það er alltaf eitthvað að vera. Núna síðustu helgi tóku sér saman nokkrar búðir á Seyðisfirði og opnuðu Verslanafélag Seyðisfjarðar. Það var óbúslega gaman og við erum með núna, 9 búðir á staðnum. Það eru 6 í þessu Verslanafélagi, þannig að það er alls konar. Það er mikið fyrir ekki fjölmennari stað. Já, það er nefnilega, held ég bara, eins og einhver sagði, bara örugglega hægt að setja eitthvað markaðsmet í þessu. Svo frétti ég að besta sushi á landinu væri framleitt á Seyðisfirði. Það er alveg, held ég, óumdeilanlegur titill bara. Já. Þetta er alveg ofboðslega flottur staður, opnaði síðasta sumar og þeir ákváðu, það gekk svo vel að ákváðu að halda förinni áfram. Mér skilst að þetta sé Seyðisfjarðarfiskur sem þeir hafa. Það er alltaf ferskt hráefni og þetta er bara alveg gríðarlega gott sushi. Þú myndist á alla ferðamennina sem er komin. Hvernig svona breytir Seyðisfjörður svip þegar sumarið færist yfir? Já, það má eiginlega segja sko að það séu svona tvö seasoni, svo maður slett á ensku. Það er vetrarsísonið þegar það fer svolítið í dvala, hægist og bæjarbragurinn tekur aðeins svona rólegri gír og svo breytist Seyðisfjörður bara alveg einhvern veginn. Það myndast einhver orka bara á Seyðisfirði yfir sumartímann með ferðafólki sérstaklega. Einhvern veginn, já. Þú minnist á bæjarbraginn. Þú ert búin að vera hérna í 1,5 ár. Hvernig horfið lífið á Seyðisfirði við þér? Þetta er alveg dásamlegur staður að búa á. Þetta er alveg ótrúlega lítið og þú hefur þessa landsbyggðarstemningu með þessu 660 manna þorpi. En að sama skapi ertu með ótrúlega flottan lýðháskóla á svæðinu. Við erum með 4 eða 5 veitingastaði og gríðarlega flotta yfir sumartímann. Við höfum ótrúlega margar verslanir að velja úr, þannig að búa á Seyðisfirði er alveg ótrúlega magnað. Maður fær svona rólegheitta lífið en samt svona einhver háminningabrag og úrval í þjónustu sem er alveg frábært. Svo er þið bara komin í einhvern alþjóðlegt umhverfi, menn það er líka. Já, ég veit nú ekki alveg hvernig íbúaskiptingin er nákvæmlega en við erum með alveg ótrúlega mörg þjóðerni bara búsett á Seyðisfirði. Og það er svolítið skipt. Það er svona vetrarvertíðin og svo líka sumarvertíðin sem maður ræðir þar En lungaskólinn? Já, lungaskólinn, það er einmitt svona hluti af kannski vetrarvertíðinni, alþjóðlegu vetrarvertíðinni okkar. Og það er búið að ganga alveg ofboðslega vel hjá þeim og það stefnir í að næsta önn sem hefst núna í ágúst verði bara fullsetin af nýjum nemendum. Þannig að það eru bara spennandi tímar framöndan hjá þeim í lungaskólanum.
Og já, svo náttúrulega alltaf ákveðin stemming núna, fótboltaliðið ykkar í fyrstdeild hvað fyrsta skiptið ekki? Fyrsta skipti, Huginn komin í fyrstu deild og það mikil spenna á Seyðisfirði. Það held ég bara landstækt hversu flotti stuðningsmenn Hugins eru, býflugurnar. Þannig að það verður ofboðslega gaman að fá leiki á Seyðisfirð í fyrstu deildinni. Vonandi bara gengur þeim vel, ég hef fulla trú á því. Þetta eru öflugir strákar. Þannig að bærinn flykkist á bak við fótboltastrákana? Já, ekki spurning. Bara absolutt og bara almennt sér líka. Bærinn heldur mjög vel utan sitt fólk. Ekki spurning. Það er mjög gott að búa Seyðisfirði hvað þetta varðar. Takk fyrir að koma til okkar.